aðeins eitt, tveir harðir eru mættir í stúdíóið í FM 95 Blö og í bara dúndurstuði. Það bara þannig. Já, það bara þannig. Það stúdfullur þáttur framöndan hérna hjá okkur strákunum. Svessi kemur hérna á eftir í föstudagslægið og hann ætlar að rocka í dag. Já, hann með rock'n'roll, hann ætlar að taka Led Zeppelin. Hættu þessu, þetta hérna Whole Lotta Love. Það flott lag. Ok, hann hefur sett sokki með áður. Ég mótmælti þegar hann tók væmna séttið. Já. En þú veist... Someone Like You. Já. En hann var vel gert hjá honum. Já. Og það var á Facebook Sensation. Já. Þú veist, það var aftur að linka það. Hann ekki bara fínt að leyfa honum að velja eitt lag sjálfum? Ég vona að það standi sér vel. Já, hann gerir það pottið, ég get lofað því. Svo ætlum við að ringja hérna, við ætlum að ringja til Bretlands. Við fundum nafn á búð sem okkur finnst einstaklega skemmtilegt og fallegt nafn. Við komum betur inn á það hér á eftir. Og svo ætlum við líka að ringja í BBC. Já. Af því að þeir vilja meina að það sé að koma Heklugos. Já. Við ekki alveg sammála því? Það er ég líka að segja... Nei, Kötlugossi. Ég verður að segja það rétt maður. Hvað? Í morgun. Já. Þá fór ég viðtal. Já. Í Bylgjunni. Já. Hjá Ævari Gudmundsson. Já. Ég var aldrei á stressa á ræðunni viðtal, sko. Að fara að hitta hann? Já, þegar ég var að mæta þarna besta útvarpsmanni í heimi. Já. Út af því að ég fann strax the atmosphere þegar ég labbaði inn, út af því að þarna var útvarpsmaður að mæta öðrum útvarpsmanni og hann var strax að blessa þær. En sá samt að það var ekkert eitthvað fárlega hress, hann var svona blessa þær. Já, ok. Það var smá tension á milli okkar. Já, þið eru báðir virtir útvarpsmenn. Já, en veistu hvað hann gerði? Út af að vissi ég var að fara að mæta í viðtal í dag. Við heyrðum þig gær og neldu viðtal í dag. Veistu hvernig hann byrjaði daginn? Veistu hvernig hann byrjaði á niðurlega geðhöfingjan? Nei. Hann tók 165 í bekk klukkan 06:20 í morgun. What a man. Hvað varst þú að gera klukkan 06:20 í morgun? Ég var heima hjá mér sofandi. Fallegan blönd. Og hvað var Gudmundsson að gera þá? Rífandi upp 165 í bekk. Það þýðir, sko, að þegar hann er óétinn að taka 165 bekk, það þýðir að eftir hádegi, svona með kringu 3-4, hann er búin að taka 3-4 máltíðir, það er svona allavega 180. Nú verð ég að spyrja þig, nú ert þú að bodybuilder. Tekur þú sjálfur 165 í bekk? Fyrir klukkan 6, ekki hræðilegur. Bara í heiminum? Sko, ég veit segja, ok, ef þú myndir kannski löðrunga mig og kalla mig piece of shit og eitthvað svona og klukkan er 4, ég er búin að geta hrikalega, þá myndi ég segja 165 það er doable, sko. Það er doable, já, ég meina, ég tók 160 daginn, létt, en það er auka 5 kíló sem Gudmundsson tók klukkan 06:20. What a man! Ég veit að það liggur stundu við að sé pirrandi að vera með Ævar Gudmundsson á Twitter. Af því að mér finnst stundum eins og sé að leika sér að því að sína mér hvað ég er mikill aumingi. Ég er stundum kannski þunnur, jafnvel ennþá út á lífinu þegar hann er að twitta. Jæja, það er komið að World Class spönginni og maður bara svona, ég hættu þessu maður. Veist, hann vakna 05 allar mótna, síðan líka með þess að geðveiku útvarpsrödd, sko. Hann er best útvarpsrödd í heiminn, heitir röddin í honum það? Hvernig nærðin eða? Nei, hann er bara, já, hér á Bylgjunni, hérna, Ívar Gudmundsson með ykkur til klukkan 11, en hér í dag er það, þú veist, hann er svo viðkunnalegur. Það er ekki hægt að vera illa það. Nei, ég veit að hann er svo cool and calm. En það er Ævar Gudmundsson okkar uppáhaldsmaður, er það ekki? Það er bara hann. Ég lærði mikið á honum í morgun sem ég held að nýtist mér í dag. Ætlar að nýta þig þættinum? Já, ég fylgdist með honum. Hvað hann að gera, hvernig gerir hann þetta, hvernig talar hann í mikrofónu og allt þetta, ég fylgdist með, sko. Og alltaf það er spikfeitur þáttur hjá okkur höfðingjónum í dag, ekki oft sem ég kalla hann það, en þannig ekki vog ykkur að skipta stöð eða hætta að hlusta. Ég er ekki lægi með þig, hefur aldrei hlustað á þáttir. Þú ætti ekki að byrja innkomna. Tveir harðir þetta með ykkur á þessum föstudegi. Hann er með svo allt niður þessi í alvegni. Hvað varst að gera? Ég ekki strax. Ég er að setja tíman í gang. Kynna einslæg. Hann byrjaði strax bara. Já, ég bara, hvað er að gerast hérna? Með buksunar á hælunum. Ég var spenntur. Já, þú átti ekki að byrja innkomna. Við þurfum að, hefur aldrei hlustað á alvöru útvarp. Við byrjum að segja, já, tveir harðir með ykkur. Þetta er að gerast og við þurfum þess að kynna að þú sért komin Ég ætla að kynna að ég sé að fara að koma í kynningu. Já, svo fólk viti hver er í þessu kynningunni. Já, afsakið þetta, hlustendur, við erum með mann hérna sem er með allt á hælum sér. Þetta var hann Sverrir Bergmann, en við erum að hlusta á tvo harða og þessum fallega föstu degi, heyrðu, við erum aðeins að svona, þú veist, láta á hlustendur vita hvað er að gerast. Nú hlustendur bara, það er ekki að gerast. Hvað er að fara að gerast? Það er gaman pælið að vera ekki að dottið inn, eitthvað mega fesku gæi bara. Nei, það er sökkað. Hlustandinn vill vita hvað er að gerast. Ekki gera hlustandar ruggla. Og ég mæli með því, Sverrir, nú þarf að fárlega hress. Þú hefur hlustað á FM 957 alla ævi. Þú veist hversu hressir þið eru. Þeir eru mjög hressir, alltaf. Þú verður að
vera klár með útgangspunkt. Útgangspunktun mikilvæg. Hvaða lag ætlar að kynna? Ég mæli mig að kynna Jennifer Lopez. Því að það er svo auðvitað að segja. En, sko, þetta er mínúta. Já. Þetta er heil mínúta. Fæ ég að sjá, gefið þið með merki? Já, ég segi það þegar 20 sekundur eftir. Þegar ég fæ merki, þá myndi ég fara svona, já, hörðu, það er rosa skvísa á leiðinni hérna á fóninn og það er engin önnur en hennar Jennifer Lopez með slagarann Get on the floor. Þetta vinna svolítið með þetta. Já. Og þú tala líka með rosalega rödd, leiktu þið með hana, Sverrir. Láttu bara eins og þessi mikrofón sem framlandið þetta, þessi leikfangið þitt. Já, leiktu þið við hann. Ok, og fyrir ykkur hlustundur sem voru að stilla inn, þá Sverrir Bergmann mættur inn í stúdíóið, en hann ekki bara að taka föstudagslagi strax, hann tekur það hér seinni í þættinum, en þar sem hann var mættur hérna strákurinn snemma, þá ætlum við eiginlega að henda honum í hressukynninguna, og ég held að þekki flestir leikreglur, hann á að vera fáránlega hress í 1 mínútu og kynna svo einn lag. Ertu tilbúin, Sverrir? Ég bara pínu stressað. Pressure is on, leiktu bara með allt, þú veist, hvernig veðrið, hvað glóðist, bara Ok. Og allir góður, þú þarf ekki að vera stressað, Sverrir, þetta er bara lítið saklaus leikur. Sko, ég var geðvett til í þetta áðan, svo bara, slegið niður, látið bara sæta þessi með allt niður um mig. Já, þú ætlar að byrja innkomin á þessu, það er ekki hægt. Ég er bara klár í þetta. Herðu, ok, þú til, Sverrir til, ég með klukkuna, 1, 2 og byrja! Já, hann mættur með ykkur hérna á FM 957, það Sverrir Bergmann og hann að fara að syngja lag föstudagslagið. Sveppi mættur í stúdíu og ég hef bara ekki séð annan eins mann tjöfullega gaman að þessu. Gilsinni mættur og Auðun Blöndal með okkur. Ég fór út á hann, ég get satt ykkur það hafa farið að snjóa, jólin að detta inn og þetta æðislegt. Ég held að allar jólagjafir sem ég mögulega vil fá sé að fara að detta undir tréð. Ég að segja ykkur, þær að detta undir tréð og þetta bara búið að vera geðveikt. Datt inn í smá pakka með Óla Geipti í morgun, þvílíkur maður. Hann þarf ekki endilega að bekja 165 klukkan 0:20 eitthvað shit sem hann sagði hann, en hann getur bekkið 85 létt með. Hann æðislegur maður og þetta frábær kynning. Ég farin að hugsa tíma núna svolítið mikið, en þetta stórkostlegt. Nú, Jennifer Lopez að fara að detta hérna á fóninn með ykkur. Það Get on the floor, vídeo sem búið að fá 425 million views á YouTube. Þetta æðislegt. Pitbull, hann kann sitt á YouTube, en fyrir utan það ekki mikið, en við elskum hann samt allir hérna saman og þetta að vera búið. Byrjaði rosa ræð, sko. Já, og svo bara... Sér bara til hálfa myndu og hann var bensínlaus, sko. Bensínlaus og svo bara í lokin, þú varst búinn að segja að Jennifer Lopez var að detta fóninn, svo varstu bara... Heiðar Austmann getur tekið 5 mínúna kynningu og alla tíman á leiðinu, sko. Ég byrjaði þetta svolítið hátt, sko. Já, byrjaði með allt niður upp, þetta var kynning sér heilt. Þetta var fallið tilraun hjá þessu, það sem við kallast. Ég veit, þetta leiðileg, já, en við ætlum að fá lagið. Þetta rullið yfir mig bara allan tíma. Við ætlum að fá lagið On the Floor með Jennifer Lopez. Yes. Þetta var semi-hressakynningur í dag. Ég hættur. Hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Plata vikunar á FM 957 Ingo, fyrsta soloplata Ingo sem inniheldur 14 frábæri lög. Meðal annars smellina Fanny og Með þér. Alla vikuna kynum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu með og nældu þér í eintak af Ingo sem plata vikunar á FM 957. Veturinn mættur. Komdu og kíktu á glæsilegt úrval af hlýjum og flottum Jack & Jones úlpum. Verð frá aðeins 9.900. Tilvalið í jólapakkan. Jack & Jones Kringlunni, Jack & Jones Smáralind. Túborg og Monitor kynna Svínarí á Factory föstudagskvöldið 2. desember. Frí tónleikaveisla með MC Gauta, Immo og OP. Mættu tímalega klukkan 10. Factory, góðar stundir. Milljónirnar eru komnar í jólaskapið. Nú stefnir lottobátturinn í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Komdu með gömlu jakkafötin fyrir mæðrastyrksnefnd, þá færðu 10.000 í afslátt af nýjum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Þú getur ekki verið illa lyktandi yfir jólin. Við rettum því. Nýja Silver sturtusápan komin í búðir. Einnig tilvalinn í jólapakkan. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Tattoo í jólagjöf. Gjafabréf.
Gefðu tattoo í jólagjöf. Reykjavík Ink, Tattoo Shop, Frakkastík 7, sími 551-7707. FM 95 Blö í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Já, hér á svæðið eru mættir 2 metsölu rithöfundar. Þetta eru ekki 2 metsölu rithöfundar, Egill. Nú, veitu hvað þá? Þetta er þú og Sveppi sem sitja hérna fyrir framan mig. Yeah, baby, yeah! Og Sverrir Þór Sverrisson, a.k.a. Sveppi, er ekki metsölu rithöfundur. Hann hefur gefið út eina bók áður með Simma og ég held að það séu ennþá 7 bretti af þeim upp í Hagkaupum. Hvaða leiðind er í Blöð? Hann hefur bara aldrei pröfað að gefa út bók. Já, það var annir, sko. Ég er enda viðurkenni, ég er pínu abbóið hérna með borðið. Sko, ég kynni okkur til söguna sem metsöluhöfunda. Sveppi er að sjálfsögðu að fara að vera metsölu rithöfund þessi jól. Eftir þessi jólin kannski, já. Ég er bara að glöggi í bókina og hún er gríðarlega skemmtileg og það mun allir krakka að biðja um þetta. Þetta er barnabók. Þetta er sko skemmtibók Sveppa. Já, ok. Rándýrkallir. Varstu að lesa með konunni, eitthvað? Já, ég bara rúlaði Klukkaði í hana. Hún er alltaf á trampolínu. Þetta er mjög skemmtilegt, sko, því að þetta er svona leikir og alls konar shit, sko. Þú bjóst þetta bara til, bæstu bara heima bara og kokkaði þetta upp? Já, ég hendi í þetta, sko, í februar-mars. Þá óð ég í þetta, tók það besta sem að ég og Villi höfum gert úr þáttunum, svona skemmtilega leiki. Og þetta hvetur krakka til að fara út að leika í staðan fyrir að vera að hanga í tölvu, sko. Það er enda snuð, við kenna það. Það er alltaf mikið að krakka sér inni bara í tölvunni. Ég og Sveppi erum báðir með sameiginlegt markmið hérna núna í bókunum okkar. Grenna krakka. Grenna börn. Já, út af því að börn eru feit í dag. Það er bara þannig. Ekki öll. Við erum feitustu börn í heimi. Það er okkar record. Við eigum það með, það er ekki tekið á okkur, sko. Og ég og Mushroom Man, við erum báðir að tækla þessa offitu. Hvað stefnir á að selja marga bækur jólinn, Sverrir Þór Sverrisson? Ég verði sáttur með 3 og 5. 3 og 5, Egill, hvað eru þú sáttur með? 6 og 5, 7. Ég er meiri Sveppi er svolítið nýr inn á eins og bransan, sko. Hann getur mjög sáttu við 3 og 5, sko. Ég segi að það er kannski ekki alveg að byrja það saman og gefa þeim ekki svona fyrstu jólinn, sko. Nei, Sverrir er líka ekki komin í rithöfundasambandi, sko. Nei, ég veit að það er gaman og kemur, þá voru við félagarnir í öllum partíum saman. Ég er ekki að fara á austur að drekka einhvern próteindrykk með einhverju rithöfundum, sko. Og Ásgeiri Kolbeins. Já, ég sá varst að kynna það. Er það að reyna að fá alla rithöfunda? Ég er bara að rífa rithöfundasambandi í gang. Ég er búin að reyna það mjög langa tíma og þeir mæta aldrei og neitt sér plan. Aldrei. Kannski næsta lífi. Þetta er hatið mig. Samt er búin að plana Guðsitt eins og 5 í fötu, koronaðan og glömbar einu svona, ekki? Jó, þú varst með Guðsitt partí fyrir það á neðri þenn og B5 einu sem þú ert alltaf bara einn, sko, ég er alltaf með Guðsitt partí lænað upp. Ég sendi með maillista. Allir sem er í rithöfundasambandinu fá bara mail frá mér. Ég taka alla og ít og send. Ég segi bara, sælufélag, hvað segir þið? Hvernig er stemmingin í mönnum? Hvernig liggur helgin hjá rithöfundum? Ég er með partí. Það er gaman að þjappa hópnu saman og svona. Þetta er næsta föstudag. Hörðu, og það svarar aldrei neitt. Það kemur ekki eins og kemur enginn og segir eitthvað svona, hörðu, ég kemst ekki því við erum upptökin. Það svarar enginn og mætir enginn. Kemur enginn eins og segir bara hættu. Jú, einin sem svarar stundum með Valli Sport og hann gaf eitthvað 2 bækur fyrir eitthvað 10 árum, hann er inn á listanum. Hann kemur eitthvað, já, skal hérna kíkja mestari, ég er ekki alveg viss samt. Bara þann dag sem að Sjón mætir á austur að drekka bríser í einhverju rithöfundapartíi, þá ætla ég bara, þá rignir í helvíti. En það hérna, Valli Sport er líka bara hérna, hann er gamli umbóðsmaðurinn þinn í Mercedes Club. Ég veit og frábær umbóðsmaður. Já, hann er það góður umbóðsmaður að þegar ég var að skemmta sem kynnir á landsmóti hestamanna fyrir fram að 12.000 hestamenn. Þá var Valli Sport búinn að line upp giggi hjá Mercedes Club á Hellu og þeir komu og það er í fyrsta skipti sem að 12.000 hestamenn púuðu allir á Mercedes Club og röktu þá út úr. Já, ég las þetta. Þetta var stórt. Málið er, já, sko málið er að Valli Sport, hann er snillingur í plöggum. Síðan kom á 1 og 1 plöggunum milli sem kannski er ekki alveg, þú veit málið. Það vill vel, sko. Nei, menn hann gerir mist eitthvað svo allir. Já, það er bara hann. En ég veit að það eru margir að núta að hugsa, býtu, ætla þessi strákar ekkert að vera í Hagkaupa árita? Hvernig hitti ég þessa metsöluhöfunda? Hvernig hitti ég þessa metsöluhöfunda? Ég var að bara koma inn á, leið mér að hendi 1 lag og svo plögguðu hvað þeir að fara árita og ég veit að fólk, það býður, það stendur á öndinu. Já, krakkar. Það er engin slökk út af byrjun núna, það er bara hann. Hvað verða þessir metsöluhöfunda? Hvað verða þeir? Fáum lag og svo upplýsa það.
Hér á FM 95 Blöð, það eru tveir hafðir á föstudegi og fyrir fram að mig sitja, ég veit ekki hvort ég vilja segja tveir rithöfundar, en ég viðurkenni að sitja fyrir fram að mig tveir mjög góði vinir mínu, þetta eru Sveppi og Egill, sem eiga það sammeðilegt að þeir eru báðir að gefa út bók jólin. Ó já! Ég minna fjórðu, allir ég kom með fjórar. Fjórar bækur maður. Þetta er 5 og 6 og síðan er komið, Tóki Þráins er komið upp í 20, sko. Já, hann er snillingur. Tóki Þráins á fyrstu bókinni sem ég las, Tárbros og Dagaskor. Já, snildabók. Æðislega. Þú sagði mig þetta, þú hristir yfir henni og það er eitthvað atriði henni sem að gæði voru eitthvað í sleik upp í kóju og hvað það ekki? Já. Það ekki lagið með þetta. Jú, í kaflanum hérna sem heitir Agnes, 13. kafli. Þar var þú að rífi spottan á þér eitthvað fyrir norðan. Rífi spottan á mig? Já, ok, ég hef aldrei tekið hristingi við þessari bók, en virkilega góð bók, einhvað síður. Já, allavega hana. Heyrðu, já, það eru margir skemmtileg umræði hjá okkur, svona rétt á þeirri pluggið hvar þeir eru að fara að hitta börnin áritastrákar. Nei, ekki börnin, bara íslensku þjóðina. Já, ok. Það er þess vegna, sko. Hvað heitir bókið, Sveppi? Ég reyndar að þú ert besti vinur, ég veit ekki hvað bókið heitir. Nei, hún heitir því frumlega nafni Skemmtibók Sveppa. Stórkostlegt nafn, og þetta er ekki bara fyrir börn, þetta er nefnilega fyrir fullorðna líka, af því að ég veit nefnilega það eru margir foreldrar svona, ég er að fara að byrja barnaafmæli næstu helgi, hvað á ég að gera? Þá gluggar í Sveppabókina því að þar eru ýmsar hugmyndir fyrir sniðu að leiki í barnaafmælinu. Akkurat. Einmitt, já. Þannig að þetta er líka fyrir fullorðna. Ó, já. Þetta er bara fyrir alla, myndi ég segja. Hvar ertu að árita helgina, Sverrir Þór? Heyrðu, ég verð nú á laugardaginn í Smáralindinni klukkan 2. Þá ætla ég að vera að árita hérna klassísku bíómynd Algjör Sveppi og Töfraskápurinn á DFD. Já, hvar ætlar að árita spilið þitt og hvar ætlar að árita dagatalið þitt? Dagatalið, það kemur á næsta ári. Já, það er á mánudaginn, dagatalið. Nei, og svo, það er diskurinn, en ég og Gils, við ætlum að sitja í Hagkaup Kringlunni á sunnudaginn klukkan 2 að árita bækurnar okkar. Þið tveir árita saman í Hagkaupum, meðan ég er bara í New York. Já, nákvæmlega. Dauðadrukkin og ógeðslu. Hættu þessu maður, ég er að fara þarna til Það er ekki að fara með Hjöppa K. Hann er alltaf fullur. Hann er að fara að draga þig í einhverja tóma vitleysu. Já, þú þekkir mig, Sverrir, ég læt ekki draga mín. Nei, málið er eitt sem Öddi hatar hérna í útlöndum. Hann hatar áfengi í útlöndum og spila við hann. Þú þólar það ekki. Ég hlakka bara, hættu þessu, ég hlakka bara til að fara að skoða flota byggingar og fara gott út að borða og svo erum við að fara að taka upp fyrir þáttin. Ég er að fara að byrja með nýjan lið, það er gaman að segja hlustendur frá því að ég er að fara að byrja með nýjan lið í FM 95 Blöð sem heitir Pick-up línur í New York. Og ég kem með þær hérna heim. Já, rátt í lið, þetta er bara svona ein leið til að grenja sér til útlanda maður. Nei. Þetta er bara mikilvæg vinnuferð sem ég þarf að fara í. Þetta verður áhugavert. Þetta er bara vinnuferð, þetta er bara vinnuferð. Það mætir upp á hótel og það er bara gett sér klára fyrir vinnudaginn og það er bara haldið haus alla tíman og þetta er vinnuferð. Jú, ég veit ekki það. Getur vel verið að maður fá sér eitt rauðinsglas fyrir svefnin sem að vakni ferskur. Já, en ég meina, það sést ekki útvarpið þótt að maður sé rauðiður. Nei, nákvæmlega, en ekki það. Nei, bara þú fara að gráta því þú saknar mín eða eitthvað. Nei, ég er að tjóka. En alltaf, það er eitthvað sem hlustendur geta hérna átt von á í næstu viku. Það eru hérna pick-up-línur í New York. En Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, alltaf gaman að fá þig. Viltu sitja hérna með okkur? Sverrir Bergman, nafnin, er að fara að koma hérna að syngja. Nú, hvað ætlar hann að syngja? Hann ætlar að taka Whole Lotta Love með Led Zeppelin. Já, ég hef heitt hann gera það og ég misti, saur í buxurnar. Já, þetta er gæsa. Það er stórkostlegt hann tekur það. Alltaf þegar hann er eftir að syngja þá sitt ég límdur við sæti. Ég fíla, samt varst ekki eldhúspartíin í gær. Nei, því að það var ekkert lím, þess vegna fór ég. Já, ok. Þessi var góð! Þetta var rosalegur! Eru svona brandarar í bókinni þinni, Sverrir? Nei, en það kemur á næsta ári brandarabók Sveppa Krull, það sem að vera fullt af svona góðu gríni, maður. Þetta er skemmtibók. Herðu, allavega... Má ég velja lag einhvern tíma fyrir Svessa? Já, bara eins og vilt. Það eru mörg lög að því að þessi gæi getur öskra, sko. Nei, ég veit það. Hann er að koma hérna, segðu bara hvað vilt hann kemur inn. Hann er rétt ákominn. Hvað ætlar að hendi í gang núna? Spila eitthvað íslenskt? Já, ok. Nei, þetta er nefndar ekki íslenskt. Ok, spila eitthvað útlenskt, spila það. Já, þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð þennan fallega föstudaginn, það er 2. desember og það er öllum sama hvað klukkan er. Það styttist í Sverrir Bergman, hann er rétt og mættur hingað í stúdíóið. Ætlar að fara að syngja, Sveppi Krull er hérna á kantinum. Bíp, bíp! Er núna reyndur að senda SMS, þannig að hann situr ekki við mikrofón. En við vorum að spara að syngja hérna, Egill,
í fyrirtæki. Ég sem sagt við Egill ætlum að hringja í Gay Helpline í þættunum en það bara ekki að svara í það númer. Við ætlum sem sagt að láta afhomma okkur. Við eigum það bara inni, ég veit til að láta afhomma mig. Já, hjá svona Kristinlín, við náttúrulega giftumst í Las Vegas hérna á sínum tíma. Já, það þarf að afhomma mig, það bara hann. Já, en það sem að ég fann hins vegar í þessari leit var búð, ég var sem sagt í Yellow Pages í UK og þar fann ég búð sem heitir Gay and Hunt. Gay and Hunt. Já, nema það, þetta Gay and Hunt búð sem með lawnmowers og garden equipment og garden tools. Þetta bara svona búð sem þú ferð á vestlari eða þú ætlar að kaupa hrífu eða skóflu eða eitthvað bara í garðinn, skilurðu. Ef þú ætlar að kaupa sláttuvél, þá ferð í Gay and Hunt. Hvað heitir það ekki bara, þú veist, lawnmower and shit? Ég veit það ekki, en það lawnmowers and shit. Já, það stórkost. Ekki Gay and Hunt. Hver fattar hvað það selja? Ég veit ekki, en ég að spá að hringja núna og ég að spá að segja við afgræðslumannin að ég sé gay og ég vilja hunt. Ok, ég ætla að segja að my partner hérna líka og þegar ég kynni my partner þá dettur hún. Kynntu mig sem your life partner. Já, ég ætla að finna hérna númerið, tala eins við hlustendur á meðan. Já, hlustendur, hvernig hafið það? Það ekki? Rosalega gott að heyra hvað að gera helgina og ekki að gera eitthvað skemmtilegt. Jafnvel að fá sér aðeins í jafnvel aðra tána kannski. Hef ekki það alltaf frábært að kíkja bara í ræktina og jafnvel að grýta þessu lóðum að til og frá. Henda sér síðan í flottan shake og eftir og síðan kannski hérna í bíó. Ekki eitthvað í bíó núna? Það aldrei að vita, check á því. Ná að fara bara á kvikmyndi.is, vita það skástrygg bíó og... Hvað komið það? Hvað síminn hérna? Ég var að spjalla hlustendur vorum að bonda mjög vel Hvað síminn hérna? Þú ert með allt niður, þú ert búin að vera hérna í 2 mánuði og þú ert ekki enda að læra á neitt. Ég verð að hringja aftur, halda fram að tala um hlustendur. Já, og þegar það búið að skella sér í bíó þá kannski myndum að skella sér bara heim. Og það var alltaf hægt að skella kannski einnig DFJ-tækið en náttúrulega ef þið eru þreytt þá bara að gera að henda sér og leggja sig því að þið veitir það ef að vöðvarnir að stækka þá það lágmark 7 tíma svefn en ég mæli með 8 til 9 ef þið ætla að fá optimal muscle growth. En síðan bara möguleiki líka að henda, já, eins og ég segi, DFJ-tækið og þá mæli ég að velja vel. Velja vel, ég mæli með Bodyguard eða til dæmis Pretty Woman sem frábæra myndir í eftir setni. Ferðu býtu, það var á talið, þú verður að gefa þessu... Ég er búinn að spjalla núna við hlustendur í ángrísinu ykkur 5-6 mínútur. Ok, hérna fyrir ykkur hlustendur sem voru að koma inn, þá er ég að hringja hérna í Gay and Hunt sem búð í Breitlandi sem að selja bara einhverjar vörur, maður sjá, hérna á þetta voru að koma. Já, ok. Gay and Hunt. Yes, hello? Hello? Where is this? This is Gay and Hunt in Bremer. Oh, is this Gay and Hunt? Okay, nice. I'm gay and I want to hunt. Yeah. Is the... you haven't got the right phone number then. Halló, skellt á strax. Ég náði ekki einn svona kynning með live málið það sem gerist var hana. Þú varst mjög dónalegur strax, sko. Nei, ég sagði bara... Nei, I'm gay and I want to hunt, sko, þú veist, og þegar málið við vissum alveg vel lawnmowers og þú fara að þessu rólera að honum og ég segi bara við tökum lag og hringjum aftur og hérna láttu geðhöfingjarna svona mýkja sig inn í þetta. Þetta klárið það? Ég til ég. Ok. FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind. Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung. Jólaþrennan frá Happaþrennunni færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum. TT hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Vakna 3. DFJ vikunar á FM 957 önnur þáttaröðin af steindanum okkar sem inniheldur 8 þætti að drepfyndnum sketsum á samt bráðskemmtilegu aukaefni. Þá færðu þér fucking smákökur! Alla vikuna kynnum við þessa frábæru þætti fyrir hlustendum okkar. Spilum lög úr seríunni og gefum eintök. Fylgstu vel með og nældu þér í eintak af steindanum okkar 2 sem DFJ vikunar á FM 957 og hana nú. Samsung Galaxy S2 á jólatilboði hjá Símanum. Brakið eftir Issu og mánaðar áskrift að tónlist.is fylgir með í jólapakkanum frá Símanum. Snjall jólapakki frá Símanum.
Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Túborg kynnir vetratónleikaröð Túborg á Bar 11 þar sem efnilegustu hljómsveitir landsins koma fram í blandi stærstu hetjur bransans. Föstudagskvöldið 2. desember er það hljómsveitin Dikta sem tryllir líðin. Húsið opnar klukkan 9 og það er að sjálfsögðu frítt inn í boði Túborg og sá græni verður auðvita á svæðinu á veskisvænu verði. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Jólabáturinn er mættur á Nonnabita. Þú verður að smakka. Nonnabiti, best fyrir svanga. Túborg og Monitor kynna Svínarí á Factory föstudagskvöldið 2. desember. Frí tónleikaveisla með MC Gauta, Immo og OP. Mættu tímalega klukkan 10. Factory, góðar stundir. Ert þú þessi nýju jólasveinn? Milljónakrækir. Nú stendur lottopotturinn í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Komdu með gömlu jakkafötin fyrir mæðrastyrksnefnd, þá færðu 10.000 í afslátt af nýjum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Ódýrir forréttir fyrir jólahlaðborðið í Krónunni. Mikið úrval af jólasíld, reyktum og grönnum laxi og gómsætu selgirapatti. Krónan fyrst og fremst ódýr. Myndlistarskólinn í Reykjavík auglýsir nýtt skapandi og krefjandi nám til stúdentsprófs í sjónlistum. Örfá pláss laus. Umsóknarfrestur til 8. desember. Myndlistaskólinn.is. Komdu húsinu í jólabúning með Bíkó. Jólaseríur, grenilengjur og mikið úrval af jólaskrauti á verði sem kemur svo sannarlega á óvart. Bíkó byggir upp jólastemminguna. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Rihanna með nýja plötu. Talk That Talk með Rihanna er komin út. Sena. Sýnum helgina 2012 árgeðina af hennum glæsilegu Detlef Sjórisson. Vertu velkominn, útilegumadurinn Fossálsi. FM 95 Blö er í boði. Við hjálpum þér að brúa bílið jólin. 1 SMS í 1919. Krefja. Jæja, kæru hlustendur, það er komið að lið sem að ég veit að margir eru búin að bíða eftir. Það klúðraðist aðeins hérna hjá okkur síndalaðan Gay og Hunt, hann skellti á, en við ætlum að ringja aftur eftir við Egill og tekka betur á þessari búð, en hann er mættur hinga hann Sverrir Bergmann í föstudagslagi. Vertu velkominn. Takk fyrir vinnur. Þú varst nú hérna áðan? Já. Vertu velkominn aftur, Sverrir. Ég er ennþá að reyna að ná mér eftir þessa niðurlægingu sem þið settum í gegnum áðan. Það var enginn að niðurlæga, með að koma uppbyggilega gagnrýni. Það er rétt. Ég er líka búin að fá rosa gott feedback á þessar hræðsum komið hér. Það varst öllum hún bara frábær. Skeggið þarna hessaðingum á Big Shop í Swestum. Hvað er að frétta af Swestum á þessa dana? Ég er illa feskur maður, djöfull er ég feskur á því. Ekki? Jú. Bara feskur. Hvað er að frétta af Pig Swest? Pig Swest var að spila á eldhúspartí í nýju FM 97. Hvernig var? Það var hörku stemning sko. Ekki? Jó. Hvaða lög tókstu? Ég byrjaði á Jólasveitnin kemur í kvöld. Nei. Við skoðum Tótt í álöðurinn Jólasveitnin kemur í kvöld. Já. Á eldhúspartí. Sko, það var dagur íslenska tungu. Það fullveldist dagurinn. Og það er að koma jól. Það þurfti einhver að taka þetta. Það er ekki alltaf allir reyna að vera cool sko. Ég veit alveg af hverju Sverrir tók að hann gerði það fyrir stelpunar. Það er bara þannig. Hustler.is. Það er bara þannig. Herðu, hvað hérna, þú varst eitthvað að væla daginn Sverrir, þú vildi fá að velja lagi sjálfur að þessu sinni. Ég var ekkert að væla, bara, sko, þegar Egill er endalast að henda einhverjum, sko, þú lætur mig syngja Only Girl in the World. Já, það er sem Egill vill, alltaf. Það er mjög vont að þurfa að syngja það. Það er bara gudsitt lag, þú gerir það mjög vel. Takk. Já, bara stórkostlegt þér. En hvaða lag vildið þú taka sjálfur í dag? Herri, ég ætlaði að taka hérna Whole Lotta Love. Ok. Lag með smá pung. Whole Lotta Love. Áttu einhverjar minningar við þetta lag? Minningar mig. Áttu það eða? Nei, ég vil ekki sko. Hvaða minningar áttu þetta lag? Eldið brotið? Bara fullt af góðu stundum sko. Er eitthvað brost í hjarta sem... Nei, ég er reynda mann, svona þegar ég sé sveppa hérna, þá hefur við mjög marga góða minningar við þetta lag. Það sem þetta lag er tekið kannski 8. ofar heldur en það er tekið í dag. Já, Sverrir, Sveppi Krull, ef við erum að fá okkur smá pappaöl. Já. Það gerist þetta örsjaldan. Já, og kíkjum í karaoke. Já. Þá heimtar litli sæti Krullherði vinnu minn þetta lag.
Já. Þannig að ég held að við hefum bara ekkert, þetta stórkost að gera Skellum þessu lagi í gang, það bara hannig. Já, við ætlum að setja lagi í gang, þetta Halldór Gunnar og Sverrir Bergmann með föstudagslagið og það Whole Lotta Love. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Já, hvað með það? Já, það var svolítið óskýrni, já, ég bara pass, Sterk. Hvað segir hún að þú varst að kvarta yfir að maður að fara að taka Whole Lotta Love? Þetta var nú flott maður. Já, þetta var vel gert. Þú getur ekki kvartað við þessu? Jó, ég get ekki kvartað, ég verði aukjana það. Já, þetta var fínt að koma að fá smá rock í þetta. Já, aðeins að gefa í. Já, aðeins að reyna á þessar pípur þínar. Það ekki? Hefur þú okkur að pæla í því, Blondell, að senda sambýlismannin í Eurovision? Sverrir Bergmann? Já. Ég hef reyndar oft rætt það við hann, hvort að af hverju hann sendi ekki inn eitthvað lag í Eurovision. Ég væri til í að að fá að taka þátt kannski eitthvað aðeins í textunum, þá myndi ég fljúga frýtt í búði RÚV með honum út. Ákveð lassi væri good shit, sko. Já, en það er rétt, af hverju hópuðu ekki allir saman í texta? Hann getur sungið næst þegar keppnin verður haldin hérna á Íslandi. Þegar keppnin er haldin hérna á Íslandi næst, þegar við erum að fara að vinna hana. Það er ekki eins og við búið að velja lag. Jú, Big Giant Herb að fara að syngja. Big Giant Herbert Guðmundsson. Og heldur þú að Herbert Guðmundsson sé ekki að fara að vinna þessa keppniða? Já, ég er alveg sammála þess. Það geta bara undirbúið Egilsson núna. Já, hann þarf náttúrulega að vinna íslensku keppni. Þetta vinnur hann hana. Já. Hver á að vinna hann? Reyndar Ingo Veðurgöðar hann líka. En ég get að lofa því að þetta er Big Giant Herb. Hann sagði mig í sporthúsinu, Gilsi! Öskaraði á mig þegar labbaði um stig. Hann alltaf á sporthúsinu og var á brettinu og sagði, Gilsi, hvað er þetta? Og ég minn lag. Ég bara, já, good shit, Big Giant Herb, hvaða lag? Þetta er miklu betur en Time, miklu betur. Það veit ég elskar Time, sko. Ég bara, ég sagði við Herb. Þetta er ekki betur en Time, sko. Það gerir hann að ljúga að geða það sem betur en Time. Ég segja það, Gilsi, þetta er miklu betur að beat og Ölluvi Smáinn að gera þetta fyrir mig og þetta er bara snillt. Og þú veist, og sko Big Giant Herb myndi ekki segja þetta við mig í sporthúsinu. Hann myndi ekki ljúga þér? Hann myndi ekki ljúga mér, hann að ég er að segja þér það. Ég segja þér að maður að vinna Eurovision. Við segjum líka stundum, hvaða hag hefur Herbert Guðmundsson að því að ljúga þér? Já, akkurat hann að ljúga samur. Nei, ég veit ekki. Þannig að málið að þú veist, hann má ekki fara, ég sagði við hann, hey, Herb, út að koma í viðtal, það er bara hann, nei, má það ekki, og það rúfið með eitthvað reglur, hann má ekki plugga læginu sínu. Við verðum pluggaði það ekki? Jú, við verðum alveg tala það. Já. Ekkert að skamma okkur fyrir það. En þú sagði mér einhvern tímann að Time var the greatest song of all time. Já, hefur ekki heyrt það? Jó. Eigum við það? Time. Þetta er ekki hefði veit lag, sko. Hann syngur þetta reglulega á brettinu í sporthúsinu, bara fyrir fólk. Já, hann hefur oft sungið þetta fyrir mig líka. En ertu með, eigum við Time, eða megum við spila Time, eða eitthvað? Líkurnar á því að Time sé í FM 957 kerfinu eru ekki miklas. Nei, það þarf að skeina einhverju. Það er ekki, ég veit það maður, ég er Herbert Guðmunds komið til heimsókn til mér daginn og ég þurfti að setja diskinn hans í. Hvað kjaftaði það? Það er enda, veist, Can't Walk Away og eitthvað svona til hérna. Það er smá verið að dissa fyrst mér Big Giant Herb með því, sko. Já, ég meina þetta er einn af okkar fremstu tónlistamönnum. Já, sín er alltaf, hefur einhvern veginn að segja hann ekki með rauðugleruguna? Nei, hann... Og ég ætla að segja líka einu hörðustu sögu. Ég veit ekki hvort að Big Giant Herb er ánað með stóru geðingjan eins og að segja þessu sögu, en þetta er sönn saga, sko. Veistu hvað hann gerir alltaf í sporthúsinu í klefa eftir æfingar? Já, ég sé hann. Já, ég veit hvað það bara að segja. Það er rosalega. Hann setur að fyrir öllu fötunum. En ertu vissum það að hann er enda mjög frjálslega með þetta? Ég held að það sé alveg saman. Sko, Big Giant Herb er ekki gæðið sem kemur með Gilsi, hvað varst að segja hann í útdarpinu daginn? Ég held að það sé alveg bara, hann er bara pottið ánað með þetta, sko. Hann fyrir öllu fötunum. Og hann fer að hárþurkunni sem hún er, það er borð þar í fram, hann setur aðra löpunum á borðið, það er svolítið háttu á borðið, hann nánast bara í splitti, þannig að það er mjög liðuð greinilega, sko, því að ég myndi ekki að ná að setja löpunum á borðið, sko. Síðan tekur hann hárþurkuna, setur hana undir pungin á sér og blæs það í svona ángi svona 2-3 mjöndur. Já, hún er fyrir þetta með þægilegt, sagði mér. Já, spurðu hann út í það? Já, ég var eins og svona, nú er ég ekki að ljúga. Ég var þetta spurt hann út í þetta. Nei, ég var að labba í sturtu þegar ég varð vitni að þessu og mín fyrstu viðbrögð voru bara hvað djöfullin er þetta að gera, Herbert? Og þá sagði hann, veistu hvað, þetta er þægilegt maður, og hann gerði þetta regla. Hann blæs á sig pungið eftir æfingar, hversu grjótart er það, hann gríns? Já, það er bara vel gert. Ég er bara ánægður með hann. Hversu mikill maður ertu? Hann er líka, sko, Herbert er það mikið snillingur, ég hef líka lent í því að vera bara í ræktinni og hann er bara nýkominn úr sturtu og er að syngja Time. Já, ég veit það, hann syngur Time. Herbert Guðmundsson er einn mesti snillingur sem ég kynst og ég... Já, við erum að fara að vinna Eurovision, hann er að segja, hver syngur þegar við erum komið með keppnina heim, það er vandamáli. Já, það er eina vandamáli núna er hvar við hefum að halda keppnina því að Herbert Guðmundsson er að fara að vinna hana. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Allt það helsta úr heimi íþróttana á hverjum virkum degi milli 9 og 10. Sportið með Valtý Byrni. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7.
FM 957 og Sambíóin ætla að bjóða þér á sérstaka FM-fórsýningu á myndinni A Very Harold and Kumar 3D Christmas. Þeir félagar eru nú mættir aftur og ef þér fannst fyrri myndirnar fyndnar, þá getum við lofað þér því að þú átt eftir að hlæja helling af þessari. I shot Santa Claus in the face. He's real and I shot him in the face. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nættir í miða á þessa bráðfinni mynd sem verður sýnd í þrívídd miðvikudaginn 7. desember klukkan 22:15 í Sambíónum Egilsfjörð. Athugaðu, myndin bönnuð börnum yngri en 16 ára. Hlæjum saman í desember með Sambíónum og FM 957. Nú klikkuð helgi í Hátækni með brjáluðum tilboðum bara helgina. Hátækni, Ármúla 26. Forever 21 á outfit.is. Við erum með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðaræða 6 og Bæjarhraunið 12. Ístertur, ístertur, ístertur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Fjölskyldu alias mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Netto. Nýjar Jack & Jones vörur í hverri viku. Úrval af töfffatnaði í jólapakkan. Bolir frá 19,90, gollur og hettupeysur frá 5,990, gallabuxur frá 8,9 og margt fleira. Kíktu við. Jack & Jones Kringlunni, Jack & Jones Smáralind. Fullt hús af milljónum. Lottopotturinn stefnir í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Komdu með gömlu jakkafötin fyrir mæðrastyrksnefnd, þá færðu 10.000 í afslátt af nýjum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Kaffi Akureyri kynnir. Hvandalsbræður í kvöld Unplugged og DJ Svali á eftir. Kaffi Akureyri. Miðstöðu skemmtaralífsins á Akureyri. Jólagjafahandbók Kringlunar vísar veginn. Ævintýralegt úrval, sniðugar hugmyndir og góðar gjafir. Kringlan í jólaskapi. Myndlistarskólinn í Reykjavík auglýsir nýtt skapandi og krefjandi nám til stúdentsprófs í sjónlistum. Örfá pláss laus. Umsóknarfrestur til 8. desember. Myndlistarskólinn.is. Á Korputorgi allt á einum stað og á betra verði. Korputorg, meira úrval, betra verð. Þú getur ekki verið illa lyktandi yfir jólin. Við rettum því. Nýja Silver sturtusápan komin í búðir. Einnig tilvalinn í jólapakka. Og skart. Þú færð fylgihlutina í Dorothy Perkins. MacBook Pro frá 219.990. Kíktu í Macland og gríptu þér eintak. Macland klappast í 30. Macland.is. FM 95 Blö í boði. Jólin bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Þessum föstu degi, það nóg að vera hérna í okkur strákunum. Sverrir reyndar búinn að syngja föstudagslægið, en við hringdum áðan, eða ég hringdi áðan í, skal ég ykkur segja, búð í Bretlandi sem heitir Gay & Hunt. Virkilega skemmtilegt nafn á verslun sem að selur sláttuvélar og garðyrkjudót. Þetta ekki, þegar maður heyri Gay & Hunt, þá hugsa ég ekki sláttuvél. Það bara þannig. Það sé ég myndi hugsa. Já, nema það, ég fór beint í það að segja bara I'm gay and I wanna hunt. Já, og þú náður ekki að þetta, hann skellt á. Já, hann skellt á. Hann hefur alveg lent í ykkur partygrínur sem hringja og segja að þetta gay og vilja hunt, Það hefur ykkur partygrínur verið fullir og hringt í hann, Já, þannig að þú ætla bara að fara betur að honum, Já, ég fíla, ok, ég ætla að hringja núna að tala eins og hlustendur. Já, kæru hlustendur, hvernig hafið þið núna? Það ekki? Kominn föstudagur í ykkur og já, allt að gerast. Ég mæli með því að þið hafið ekkert að gera á sunnudaginn að kíkja á mig og sveppa í Hagkaup, þar sem við erum áratum millir 2 og 4 í Kringlunni í Hagkaup. Þar sem við áratum með... Gay & Hunt. Yes, hello, is this Gay & Hunt? Yes, sir. Yes, let me just begin to say, sir, that I'm gay. Just want to get that out in the open. And also want to say that I know that hunting is not considered, a gay sport. It's considered... I'm sorry, sir. This is a shop. Yes, I know. Store. We sell garden equipment and lawnmowers.
Yes, I know. Yes, I know. But Are you sure you're calling the right person? Of course I am. I'm just trying to. I'm trying to tell you that I know there's not a lot of gay people who hunt. It's not common, but I would really, really like to hunt because I'm gay. Yes, I don't think you're calling the right place because we sell lawnmowers and garden equipment. Yeah, so if you like gardening, yes, and mowing the lawn, then you're calling the right place. Yeah, but it says gay and hunt. It's not lawnmowers and stuff and shit. No, that's the name of the store. It's because they're owners. It's Thomas Gay and Jason Hunt. So they named the store Gay and Hunt. Yeah, I know it's confusing, but can someone tell Thomas Gay and Hunt that they maybe should rename the store if it's not for gay people who like to hunt? No, it's not a sports equipment store. It's lawnmowers and garden equipment. So I don't think they would like to change the names because it's their names. Okay, let me get just. If I can help you with something, considering lawnmowers and something, and then we can continue this conversation. Of course. But if not, I need to say goodbye. Yes, but I just want to like to say one thing. I'm gay and I want to hunt. Yeah. Well, thank you very much for that. Good luck with your gayness and your hunting. I hope you do well. Thank you. Bye. Ég vissi að þú var að missa hann þarna, maður. Hörðu. Ég ætla að fara að koma inn as your life partner. Og við hefum getað að byrja að tala við hann það að we really like gardening as well. Ég sagði á hann I like gardening, ég elskar gardening. En byrju, hei, hann skellt á þig auðun eftir 2 sekúndur á hann. Ég náðu að halda honum í Ég var að hugsa, þetta var endur ekki sama rödd á hann. Já, ég var svo nálega, ég fór bara betur á hann. Og ég byrjaði að kynna mig, ég byrjaði að segja hann ég var gay. Já, herðu, ég var að hringja í Gay and Hunt á öðrum stað. Þetta var ekki sama búð, held ég. Þess vegna, já, hann var þolimóður hann að grilla. Já, ég held að málið ekki þú veit málið. Þetta er bara, ég bara var kurteisari, þetta er svolítið ekki þeirra að eyðileggja það. En alltaf við náðum að tala það. Föstu daginn og, já. Föstu daginn. Já, flöskudagur. Hvað að gera helgina eil? Ég er að fæða myndatöku morgun. Ok. Smá modeling shoot. Já, þú þetta bara, þú veist, the life of a model. Já, þetta fylgir svona að vera model, það er myndatökur. Og fyrir það á morgun, ég ætla að taka hrikalegt dead í kvöld og ég ætla að taka hrikalega handleiki á morgun. Já. Og líka model og síðan ætla ég á sunnudaginn ætla ég að árita, þú veist, bókina með sveppa og síðan ætla ég bara, þú veist, borða kjúkling og steik. Nóma við helgina af þér. Skemmtilegt. Hvað vilt að heyra? Já, mann það var bara að byrja kvöldið í kvöld og B5 og skemmtið niður einnig fötu eftir það, allir skemmtið mig ekki nýra á veg og ég veit það ekki, byrja þar og sé. Ég meina, veist, málið er. Þú ert að bodybuilder, as a bodybuilder on the Blondale og getur ekki alltaf verið hauslaus. Nei, ég veit. Ekki alltaf. Ég veit allt um það. Ég þekki það sjálfur. Þekki það af eigin raun. En herðu, ég ætla að segja frá einu sem að geti hrætt þig. Egil. Okay. Ég var að lesa hérna á netinu og ég er að spá að lesa þetta bara á ensku eins og þetta kemur af kúlni hérna. Bring it. Find his porn. Do you think your partner is watching porn on his PC? Now you can hire a porn detective to sniff around his computer and he'll never know. For a one-time fee of $19.95, findhisporn.com. Þannig að núna er komin svona síða sem að þú getur látið njósna makaðinn hvort að hann sé að horfa klám og þessi síða lætu þið vita. A porn detective. Er gæi bara, sem er núna bara, sem er bara porn detective. Spáði líka þegar hann fekk hugmyndina þessari síðu. Herri, ég er að koma hérna með nýtt prógramstráka, hvað heitir það? Porn detective. Porn detective, það er sem það heitir. Já, núna þarf fólk að skoða eitthvað á netinu, eitthvað klám eða eitthvað, þá finn ég það. Já, I'll find the porn. Er þetta sko... Nú veit ég ekki, er þetta svona, er fólk að fela þetta fyrir hvort öðru, veistu það? Heldur það? Ég held sko að í samböndum? Ég veit að segja bara 30-70. Já, 70 árin í ópinn eða? Nei, 70 ekki í ópinn, já. Ég myndi segja, ég er ekki 50-50. Nei. Sko, ég myndi segja, sko, allir, eða þú veist, ég ætla ekki að segja allir, en margir skoða klám, ekki bara, og þú heldur, núna heldur þú auðun. Að þú... Ekki sitta orðin. Nei, ok, ekki þú, bara, að kallmenn séu bara að skoða klám. Þú veist, til afþreyingar, en það er ekki þannig, auðvitað. Það eru konur líka. Já, ég veit alltaf. Og ég held að The Porn Detective, ég er nokkuð vissum að það séu kallmenn, jafnvel meirihluta að ráða hann, en konur.
Já, það láta njósna konuna sinni. Já, það séu að sko, þetta ekki bara, ekki halda það að það sé bara einhverju kallmenn sem alltaf sko alltaf þessa klámsíðu sko. Nei, ég veit það. En ég meina hvað, byrju, Porn Detective, gæinn, ég ætla að segja bara, og ég er með þér í sambandi, ég segi bara, hörru, ég veit grunar á kærasta minn, Auðun Blöndal, hann að sko klám, ég ætla að vita það right now! Já. Og hvaða klám, og hvers konar? Þá ferðu inn á... Þegar hann bara, hakkar þessi gegnum töluna en að sparkar hann að purnu heim og stélur fartölunni. Nei, þá hefur þið sambandið við hann á findhisporn.com og lætu vita að þú grunir mig græsku og hann setur eitthvað í tölvuna mér held ég sem að fylgjast með mér, skilur? Ef að gera þetta, ef ég bara að segja... Ég veit hvað ég ætla að gera þetta við Sverrir Bergmann, svo ætla ég að upplýsa þetta í þættunum á næsta föstudag hvort að findhisporn.com hafi fundið eitthvað. Ég er að lofa því að maður finna eitthvað, það er 100% sko. Það er ekkert 99% líkur sko. En málið er að... Ég ætla bara að vona samt að maður, ég vona samt að hann finni ekki eitthvað svora. Ég ætla að vona að þetta sé þá bara eitthvað svona, eitthvað létt manuella eitthvað svona. Já, en þetta er magnað. Ég held að prófaði að skráði inn, settu sambýlismanniðin inn. Já, ég ætla að gera það. En allavega þá vitið þið það, hlustendur góðir, ef að vil ég láta njóstna makekka þegar kemur að þessu viðkvæma efni hjá sumum, að þá hafið þið bara sambandið Find His Porn og talið við Porn Detective. Viltu beina einn? Takk þú einn opn, ég er alltaf að segja eitthvað fyrst. Já, ok, er ég bara að byrja? Já, góðan daginn. Við erum tveir harðir með ykkur á FM 95 Blö og það er aldeileg stemning á okkur fjörunum Auðun, hvernig ertu? Það er New York. Já, herði, ég er á leiðin til New York, maður. Ég var að segja hérna aðan, við Hjörvar Hafliða, nú er náttúrulega Hjöppi K, Hjörvar Hafliðason, er góðu vinnu þinn og þú ert búin að þekkja mun lengur en ég. Er hann flugdólgur? Sko, ekki alltaf, þegar hann getur alveg mjög, hann væri mjög góður í að dólga heila vel, sko. Já, en hann er náttúrulega ekki. En málið er að hafa meiri í því, sko, fyrir kannski við vorum með kannski eitthvað kringum 20 til aðeins, sko. Þetta málið er samt að, þú veist, ef þú myndir ná hann á flug, ef þú myndir segja, Hjöppi, viltu ekki fáðu þér aðeins hérna, fáðu þér vodka hérna, vodka í aprísá og myndir hella vilja, hann gæti dottið í góða dólgun, sko, sem væri þá bara bíó fyrir þig í ykkur 2-3 tíma, sko. Nei, þá myndi mér bara líða illa. Mér finnst ekkert verða þegar ég er að fljúa og maður sér kannski hérna svona, veist, þessi flugdólgar eru líka oft bara með fjölskyldan sinna með sér, þetta getur þessu. Ég hef lent í 2 flugdólgum og Anna var bara með 2 börn og konuna með og kallinn orðinn blindfull. Þá var ég að fljúa til Orlando einu sinni, þetta er svona 5 ár síðan eða eitthvað. Og var að fara þar og það er bara, hann var sér bara til skammar maðurinn og með familíuna bara eftir það. Var hann að öskra fólk og... Já, hann tók eitt svona minitor og eitt svona litla vodkaflösku og hendi í flugfreyjuna að því hann tóm, hann mátti ekki kaupa aðra og hann búið með hann og hann tók bara fleigðin í hann og kona bara, hvað varst að gera? Og ég bara svona týndist í sætinu, ég fór bara svona niður í sæti, ég satt rétt hjá þeim sko og varð bara svona lítill í mig. Það er alltaf mjög dónalegur flugdólgur, Hjöppi er ekki þannig flug, Hjöppi er meira svona flugdólgur bara hann er að syngja og hafa svo gaman og þú veit, hann er ekki dónalegur neitt sko. Það er nokkar típar af flugdólgun, hann er svona bara allt of hress. Þú veist, þú ert í flugvél, hann er þess að kallast bara góður flugdólgur. Já, þú ert kannski að leggja þig, þú ert með eitthvað hressasta gæi heimi fyrir aftur þig, þú ert ekki að fíla það að leggja þig sko. Hann er þannig dólgur sko. Já, Hugi lendi líka eins og því, ég hef með fullt af flugsögum mitt alltaf þá vorum við á leiðinni til útlanda og Hugi tók eitthvað, hann var komið vel í gír, hann var búinn að fá sér hérna smá vodka og appelsínu sá og eitthvað svona og tók svona eitthvað frisco var eitthvað svona fíblast í ljósólum fyrir ofan og hristist allt sætið og gaurinn fyrir aftan hann fekk allt yfir sig sem hann var með kaffi og eitthvað dót út af borðinu og gaurinn ætlaði að berja Huga og Hugi það rann af honum og nú leitn og hann hagaði sér eins og maður sem eftir að ferða og hann var ennþá bara pínu stressað þegar við varum að taka töskutur og við varum að leiðin til Portugals og hann var ennþá bara svona hann horfið við að lámi Það vil líka vera með gæði frá aftast í alla ferðina að vita hann okkar lemja þig Hugi var bara hvítir, þetta var líka sko þessi gaur maður sáði á honum að hann hefur slegið 1-2 yfir æfina sko þannig að þetta var ekkert Hugi þess að maður læra að haga sér Já, Hugi er endar búinn að þroskast gríðarlega hann er orðinn faðir og með sitt eigi fyrirtæki og framleiðandi Það er bara hann Já, hann er breyttur maður En herri, ég þarf að henda þetta lag og svo erum við bara að fara að kveðja Verslunin Jack & Jones í Kringlunni og Smáralind og FM 957 efnandi keppni í klæðaburði inn á fm957.is FM-pittarnir Marín og Rikki G fóru til ljósmyndara og klættist flottum fötum úr Jack & Jones Sjáðu myndirnar á fm957.is Hvor er flottari í tauginu? Þú leggur inn þitt atkvæði og möguleika og eignast alveg eins föt sem passa akkurát á þig Heiður Östmann telur atkvæðin og tilkynir úrslitin og hringir svo kannski í þig Fáðu þér föt í Jack & Jones Taktu þátt í skemmtilegum leik á fm957.is og verður flottur í tauginu
Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxers, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Ótrúlegt en satt, ekki fyrir viðkvæma, frá Sögum útgáfu, gjafaaskja frá Maybelline snirtivörum, DFD-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið, best fyrir svanga. Nú klikkuð helgi í Hátækni. Ekki missa af brjáluðum tilboðum bara þessa helgi. Kíktu inn til okkar í Ármúlan og griftu tækifærið. Hátækni, Ármúla 26. Viltu jólagjöf frá Jójó Ís? 10 iPod Nano í verðlaun ásamt fjölda aukavinninga. Findu okkur á Facebook og vertu með. Jójó Ís, Nýbilavegi og Egilsgötu. Túborg kynnir vetratónleikaröð Túborg á Bar 11 þar sem efnilegustu hljómsveitir landsins koma fram í blandi stærstu hetjur bransans. Föstudagskvöldið 2. desember er það hljómsveitin Dikta sem tryllir líðinn. Húsið opnar klukkan 9 og það er að sjálfsögðu frítt inn í boði Túborg og sá græni verður auðvita á svæðinu á veskisvænu verði. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Issu Sigurðardóttur á hljóðbók og mánaðar áskrift af milljónum laga á tónlist.is. Þú fær jólapakkan hjá símanum. Túborg og Monitor kynna Svínarí á Factory föstudagskvöldið 2. desember. Frí tónleikaveisla með MC Gauta, Immo og OP. Mættu tímalega klukkan 10. Factory, góðar stundir. 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Komdu með gömlu jakkafötin fyrir mæðrastyrksnefnd, þá færðu 10.000 í afslátt af nýjum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Hvernig væri nú að skrúa þess upp í stuðinu og leyfa viðtækinu að heyra smá funk? Degraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Lóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Jólin eru bara einu svona ári. Smálan Kredía hjálpa þér að brúa bilið. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur lánið sitt fært niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Láttu það eftir þér. Tattoo í jólagjöf. Gjafabréf. Gefðu tattoo í jólagjöf. Reykjavík Inc. Tattoo Shop. Frakkastíg 7. Sími 551 7707. Mikið úrval af tískufatnaði á góðu verði. Dorothy Perkins, Smáralind. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér rétt kvikindi. Makland. Klappastíg 30. Makland.is. Ekki gleyma yngstu kynslóðin í jólastressinu. Ísbúðin, Háaleitisbraut. FM 95 Blö er í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kredía. Johnny, la gente está muy... Jæja, kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er hins vegar komið að lokum hjá okkur 2 hörðum í dag. Við erum búin að fara við víðan völl. Við hringdum tvisvarsinnum í búðina Gay & Hunt sem er hins vegar ekki verslun fyrir samkynhneigða menn sem vilja veiða. Við erum búin að komast að því. Við fengum Sveppa í heimsókn, Sverrir Bergman kíkti í heimsókn og... Þetta voru þéttu pakki okkur félagunum í dag, það er bara... Já, bara skemmtuleg þáttur hérna hjá 2 hörðum held ég. Það er bara svoleiðis. Já, og er eitthvað sem þú vilt segja að lokum hérna í... Nei, ég er bara góður, jú, ég bara fólk má alveg fara og kaupa bara, jú, fólk getur fara að keitt bókina mér helgina.
Akkur baðstu mikið að segja það? Akkur sagður ekki bara rétt að koma inn innkomin auðvitað en þú að segja hérna... Það er astnalegt að þú myndir segja hérna já, farið svona að kaupa bókina og gefa þau en það er ekki astnalegt að þú ert að segja sjálfur. Ég er að segja fólki, kæru hlustendur. En segðu frekar bara þessi bók sér miklu betur ekki að segja fólki bara koma og kíkja fyrir gámið þér árið og miklu skemmtilega að fá það signed. Já, ok. Það er líka gott fyrir þig að þá er ekki hægt að skilja Já, það er bara þannig. En við erum góð, við komum þetta fjöl eftir viku 2 glerharðir. Já, verðum mættir þetta næsta föstudag. Þátturinn á mánudaginn verður aðeins öðruvísi, en það verður sendur einhverju leiti frá New York. Ertu ennþá, hvenær kemur þér heim, helviti? Á mánudaginn, en ég verð á flugullinum eitthvað svona, sko. Þannig að við fáum við beinni frá New York. Hárrétt og svo líka í næstu viku byrjar nýr liður á FM 95 Blöð sem heitir Pick-up línur í New York, þannig ég hveti ykkur til að fylgjast með því. Ég bara vona allir í góða helgi, gangið hægt í gleðina dyr og hafið það hrikalega gott. Tveir harðir, kveðja sinni, takk fyrir okkur. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Já, hvað er með það? Já, það var svolítið óskýrni. Já, ég bara pass. Sterk. Já, eitthvað. Valdur Björn og íþróttirnar. Þetta er pappa. Alla virkamótna á FM 957. Nú er klikkuð helgi í hátækni. Ekki missa af brjáluðum tilboðum bara þessa helgi. Kíktu inn til okkar í Ármúlan og griftu tækifærið. Hátækni, Ármúla 26. Mörg þúsund vörur frá Forever 21 á frábæru verði. Outfit.is. Nú er komið að stelpunum okkar. Við stelpunum mætum stoltar til leiks. Þeim hefur tekist það ótrúlega. Þær keppa í fyrsta skipti á HM og við fylgjumst öll með ævintýrinu. Komdu með okkur á HM. Við gefum allt í þetta. HM í handbolta. Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð 2 Sport. Svínari á Factory föstudagskvöldið 2. desember. Frí tónleikaveisla með MC Gauta, Immo og OP. Mættu tímalega klukkan 10. Factory, góðar stundir. Á mínum mati. Já, maður getur verið í þeim, en samt með fulla munnin af piparkökum. Jólaandinn er hjá Vodafone. Frábær jólatilboð og þú fær fjölskyldu aliaspilið í kaupæti með völdum farsímum á meðan byrðir endast. Áttu meira af þessu? Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Mikið úrval af tískufatnaði á góðu verði. Dorothy Perkins, Smáralind. Það er fáránlega leiðinlegt að bíða. Þess vegna erum við snögg og hressum upp á makkan þinn rætt og öruglega. Makland, klappast í 30. Makland.is. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.